Hæ, í þessu myndbandi langar mér að sýna ykkur þetta lúk sem ég er með á mig núna. Og þetta er svona smá innblástur frá að því að febrúar, Valentínusdagur, konudagur, hallingastefnumótun kannski, það ég sér stað í febrúar. Þið getið parað þetta við, kannski náttúrulega varir ekki svona bleikar eins og ég er með núna, en það bara fyrir eftir hvað þið viljið. En allar þessar vörur sem ég er með á mig núna eru undir 2.000 krónur. Mér langar að gera svona aðeins svona ódýrara make-up lúk. En ég segi í gegnum myndbandi hversu mikið hver vara kostar og ég skal segja ykkur ég skal líka setja hérna fyrir neðan í linkum hvar ég keypti hvað vörur og þannig sé auðveldara fyrir ykkur að finna hana. Og ef ég hljóma fáralega það er að því ég er með kvef, búin að fá 2 kvef núna í janúar og flensu. Þannig að afsakið það innilega, en bara ég varð að koma þessu í myndaform. Og ef ykkur langar að læra hvernig ég fór að ég búa til þetta lúk, endilega horfið áfram. Ekki gleyma að læka, subscriba og kommenta ef viljið. En já, haldið áfram að horfa. Takk. Skulum byrja á því að setja okkur make-up. Ég ætla að nota Flawless Finish Foundation frá ELF. Ég er í litnum Porcelain. Og það gefur alltaf góða þekju fyrir mér. En ég reyndar því miður man ekki hvort þetta sé til á Íslandi. En ég byrðist innilegar afsökunar því. En ef það er til þá ætti þetta að vera í kringum 1200–1400 kall. Og ég er að nota Sigma bursta númer F80. Eða F80 eins og það er alltaf sagt. Það meikir kannski örlítið og gult fyrir mig en við ætlum samt að láta það virka. Er einhver önnur sem fær svona pínulítil hár, mín er ekki pínulítil, þau eru bara hálfgerður toppur, sem er alltaf svona stendur bara svona upp í lofti þegar maður er með hárið upp. Þolið ekki. Næst ætla ég að nota Pro Conceal frá LA Girl. Þetta er liturinn Classic Ivory og hann kostar 990 krónur. Ég er búin að opna einu tölvuna við hliðina á mér svona hvað allar vörur kosta, bara til að geta sagt ykkur í leiðinni, og ég skal reyna að taka flest allar þessar vörur hérna til hliðar stjórna fyrir neðan, af því flest þar er hægt að kaupa bara beint á netinu. Þannig það er auðvelt að nálgast þar. En ástæðan fyrir ég setja þetta líka eins á augun, ég ætla að nota þetta Hiljarn sem grunn í leiðinni. Minnst þannig að ég sé að fara í stríð þegar ég er búin að setja með Hiljarn. En til að blanda út Hiljarn, burstanir eru ekki 2.000 kall undir. Því miður. En ég ætla að nota Beauty Blenderinn til að blanda út Hiljarn. Svona. Mér langar að prófa að nota dökkan. Veit ekki hvort ég að þú reyði klúðra öllu svoleiðis. Ok, við ætlum að prófa. Næst ætla ég að nota LA Girl Pro Conceal í litnum, hvað er liturinn? Toast, sem er alveg dökkbrúnn. Örugglega ekki eftir að geta passað mörgum. Það er þeir sem eru með dökka húð, mjög flottur, en ég ætla að nota til að skyggja mig. Og fáum eitthvað smá sko, ég veit ekki hversu lengi hann er að þarna, þannig ég ætla að byrja bara að blenda strax. Alltaf mikið, shit. Ok, þetta dugar fyrir allt andlitið, snillingur. Setjum svona aðeins svona á ennið, blöndum vel úr, að því ég seti frekar mikið, fínt að setja teik smá á kinninni, setjum aðeins inn á nefið og reynum að blanda restina út.
aldrei verið með svona stór kinnbein. Ég veit ekki hvenær. Næst ætla ég að taka pínu af LA Girl powder og það kostar 1490. Og ég ætla að nota Sigma bursta númer F30, stór púðurbursti. Opnum þetta ekki yfir rúminu mínu. Taka smá og dumpa rétt yfir allt andlitið til að festa farðan, þannig að hann haggist ekki í dag. Nú skulum við byrja á augunum áður við klárum húðina, bara svona ef einhvað skildi þetta niður. Og ég ætla að nota, já, ég þarf kannski að finna hvað það kostar. Jú. Næst ætla ég að nota Smudge Spot frá Elf sem er kremaður augnskuggi. Hann er á 1190. Þetta verður alltaf mikið fyrir augnskugga. Þetta eftir að nota mikið. Og ég ætla að nota bara fingurinn og dreifa honum yfir bæði augnlokin. Virkilega svona léttbleikur, rosalega fallegur litur. Og myndi örugglega koma vel út sem highlight líka. En ég hef annað highlight sem ég ætla að nota eftir. Ég fór út í búð, sérstaklega bara til að versla nokkra vörur sem bara mig langaði að nota í þessu myndbandi. Og þessar væru undir 2 skallin. Þannig ég bara, excuse til að versla. Ég þarf ekki mikla afsökun til þess að finna mér ástæðu. Næst ætla ég að nota Pearl Eyeshadow í litnum Purple Hooter frá LA Girl og þeir eru á 690 krónur. Þetta er ekki neitt. Oh my god. Þetta keypti ég með 2. Þetta er bara svona léttbleikur og við ætlum að setja þennan yfir hinn. Þannig hann virkar svona eins og grunnur en kemur bara enda fallegri glans í gegn. Og við ætlum að setja þennan yfir allt augnlokið. Það er bara svona rosalega létt fyrir þennan í dag. Við erum ekki að hafa þetta of dramatískt þó sé ég setja á mig gervignur og eyeliner. Nei, ekki dramatist. Ekkert dramatískt við það. Bara rosa róm og fínt. Ég ætla að setja annan lit undir augun en ég ætla fyrst að setja með eyeliner. Þetta er Fine Line eyeliner frá LA Girl og hann er á 1290. Bara svona rosalega fín eyeliner, rosalega fíngerður og við ætlum að setja okkur eyeliner. Elska hvað ég næði rosalega fíngerðin inn út í enda. Maður getur bara svona stimplað honum á, hann er geðvíkur. Undir augun langar með að nota annan augnskugga frá LA Girl og þetta er í litnum Long Island og hann er líka 690 krónur. Náttúrulega dálítið fáránlegt að það væri mismunandi eftir litum. Hérna. Og þessi er svona dálítið svona kopar, já það er bara kopar litaður. Og ég ætla að taka þetta í svona pencil brush frá Sigma E30, heitir F30 og við ætlum að renna þessu minna undir augun. Það fór upp inn í augun.
Ég er alltaf hrifin að það setja alltaf mikið undir augunum. En ef þið eru ekki hrifin að því, getið ekki gert það minna, getið þið sleppt því. Getið náttúrulega bara lagað lúkið er bara að ykkur. En þetta er förðun sem ætti að henta öllum. Þú veist, 1 litur augun, eyeliner bara eins og hendar fyrir ykkar augnumgjörð. Það sem hendar fyrir mig hendar ekki fyrir alla. En þetta er svona hugmyndin að hvað hægt er að gera. Fyrir innri augnkrók, svona sem highlight, ætla ég að nota Bakan Kinnalit frá e.l.f. Þetta er í litnum Pinktastic og þeir eru 1190. Það er 1190. Það var að þurrka aðeins á bustanum sem ég var að nota og taka smá af þessum. Það taka pínu af augnskuggunum frá e.l.f. frá LA Girl. Þetta taka pínu af augnskuggunum frá LA Girl aftur í Sigma E25 eða MAC, hvað var það, 217. Bara einhver svona fluffy bursta og ég ætla bara aðeins að dreifa betur úr þessum. Ég þarf að plokka mig. En ekki. Og taka pínu bara með afgangnum af burstunum undir augun. Fyrir maskara þá ætla ég að nota frá Bourjois Push Up Volume Glamour í svörtu. Með minna að sé einhver kringu 2000 krónurnar. Ef hann er yfir, sorry. Ég tók bara fyrsta svona apótekaramaskaran sem ég fann. En ég held að hann sé yfir undir 2000 krónur. Hvort það sé í kringu 1900 kall. Ég fekk nefnilega þennan að gjöf. Ég keypti hitt en ég fekk þennan að gjöf. Þannig ég man ekki nákvæmlega hvað hann kostar. Fyrir gerðaugnhár ætla ég að nota frá Tanya Burr. Augnhár sem heita Date Night. Af því draumum. Ég held að það sé mjög mismunandi eftir hvar þú kaupir hvað það kosta en þau eru í kringu 1000 kallinn. Mér finnst þessi rosalega fallega því við komum svona aðeins meir út í endan. Þannig fylgja eyelinerum. Þetta verður örugglega geðflott. Það að klippa einn væng af. Það meina einn væng af því ég komur svona í svona pínu vængjum. Ég held að þetta sé eiginlega dýrasti hlutinu sem ég ætla að nota í dag. En þetta er augnhárlími frá Socialize. Og það er á 990. En mér finnst algjörlega þess verði af því að pensil á þessu sem er bara svona pensliminn á. Leifum svo aðeins á þarna. Svona það verði ekkert of mikil, ég gefa bara svona létt. Svona smá ekstra út til hliðina. Bara mjög svona, ekkert of dramatískt. Þú veist, þau nú vita að ég er alveg dálítið hrifin af öllu dramatísku þegar kemur af förðun. Því meira því betra. Það sé ekki alltaf. Límið verður glært, þannig leyfi ég bara þarna ekki af ágjur þó svo að komið svona smá hvítt. Leyfi ég að þarna og svo er þetta að fara með eyelinerum aðeins eftir á og fylla þess inn í. Fyrir augabrúnir þá ætla ég að nota eyebrow pencil frá Goss. Þetta er rosa þægileg, kemur svona spúli á endanum og litur hinum minn til nokkrum mismunandi litum. Mér minnir að þessi sé í kringum, eitthvað í kringum 1800 krónurnar. Hún eigum bara það lengi að ég manna ekki. Svo ætla að renna smá augabrúnageli frá H&M. Þetta er bara glært augabrúnagel. Ég meina að hafa kostað einhvern kringum 2-3 pund. Ég keypti það út í London sem er bara einhvað tiny. Það sé ekki kringum rétt undir 1000 kallinn.
Næst ætla ég að taka bakaðan kinnalit frá e.l.f. Þessi á 1190 í litnum Los Cabos og ég ætla að taka hann í skáskunum bursta frá MAC sem eins og ég held alltaf 263 eða 8. Númer gjörsamlega bara af. Ég ætla að taka pínu af þessum í burstan og nota þessi sólbúður. Ég ætla að taka pínu af kinnalitnum og setja bara inn á eplekynna og draga þess út. Fyrir highlight þá ætla ég að nota Baked Blush sem ég notaði í innri augnkrok áðan frá e.l.f. í Sigma Tapered Highlighting númer F35. Taka pínu af honum og gera okkur alveg highlighting kiðju. Ok, vá, þetta geðvægt. Fyrir varlit langar mig held ég að nota þennan. Jú, mér langar að nota. Þetta True Color Lipstick frá Sleek í litnum Fuchsia og þeir á 1690. Mér langar að nota varablýant með. Mér langar að nota varablýant. Þetta varablýanturinn Scandi frá Colourpop og þeir $5, 700 kall, þannig það má. Ég svo geisja. Nota pínu varlinum. Og já, þetta kláraði lúkið hjá okkur. Ég vona innilega að ykkur hafi líka við þetta. Endilega gefið mig þau mál upp innan fyrir neðan ef ykkur líkaði við. Endilega kommentið. Mér finnst ótrúlega gaman að lesa kommentin ykkar. Bara spjalla við ykkur. Ég væri svo mikið til í að gera. Og já, þar til næst. Við sjáumst. En já, ekki gleyma, það leikur í gangi á síðunni minni. Ég skal linka hana líka innan fyrir neðan. Sem þið getið tekið þátt, dregið út, verður á valentínusardag. Yay! Ég reyndar aldrei að halda upp á hann. En það verður gaman að byrja. Já. Sjáumst!